Þau eru stundum einfaldlega kölluð vespur en rétta nafnið samkvæmt skilgreiningu umferðarlaga er léttbifhjól í flokki 1. Léttbifhjól í flokki 1 eru vélknúin ökutæki á 2, 3 eða 4 hjólum sem ná ekki meira en 25 km hraða á klukkustund. Þau geta verið knúin rafmagni eða öðrum orkugjöfum. Það að þau komast ekki hraðar en 25 km á klukkustund gerir það að verkum að eftirfarandi reglur gilda þau. Ökumaður þarf að vera orðinn 13 ára. Viðkomandi þarf ekki ökuréttindi líkt og þarf ef hjólið kemst hraðar en 25 km á klukkustund. Það má aka þessum hjólum á hjólastígum en einnig á gangstéttum og gangstígum en líkt og á reiðhjólum skal þá alltaf víkja fyrir gangandi vegfarendum og sýna sérstaka aðgæslu þegar ekið framhjá fólki. Ef hjólastígur er samhliða göngustíg er einungis heimilt að aka á hjólastígnum. Það er mælt með því að þessi tæki séu ekki notuð í almennri umferð þar sem hraði er meiri en 50 km á klukkustund þótt það sé heimilt. Ef ökumaður hjólsins þverar akbraut frá gangstíg skal hann ekki aka hraðar en sem nemur göngurhraða. Það má ekki reiða farþega á þessum hjólum nema ökumaður sé orðinn 20 ára og hjólið sé gert fyrir farþega. Ef farþeginn er 7 ára eða yngri þarf hann að vera í sérstöku til þess gerðu öryggissæti. Það er skylt að vera með viðurkenndan hliðarhjálm á þessum hjólum. Það er engin vátryggingaskylda en eigendur eru hvattir til að leita ráða hjá tryggingafélögum varðandi ábyrgðartryggingar. Ef hjólið kemst hraðar en 25 km á klukkustund gilda það aðrar reglur. Þá eru önnur aldursmörk. Ökumaður þarf að vera með ökuréttindi. Aðrar kröfur eru gerðar varðandi skráningu, tryggingar og ekki má aka slíkum tækjum á gangstígum eða hjólastígum. Komist hjólið hraðar en 25 km á klukkustund og uppfylli ökumaður og hjólið ekki öll slík skilyrði er viðkomandi í raun réttindalaus, sem er jafn alvarlegt og að aka númerslausu ökutæki án ökuréttinda.